Velkomin í annað vlogg, 16. vloggið. Þetta jeppavloggið mitt, held ég, kannski. Kemur í ljós aftur. En allavega, í dag 13. nóvember og ég að fara að henda pústinu undir Willysinn og ætla að fara með hann eða eitthvað og láta afa, hann ætlar að sjóða fyrir mig pústið. Þetta allt ryðfrítt og ég ætla ekki að reyna það. Þannig að fínt að láta einhvern sem veit hvað hann er að gera. Sko, þegar það komið, þá þarf bara að setja, ég þarf að finna bolta í pústgreinarnar. Ég þarf að kíkja á drifin, bara til að vera viss að olían sé ekki hvít og ógeðsleg vatnsblönduð. Og eftir það, þá þarf ég bara allavega að þrífa loftsíuna og svo finna út úr af hverju kastararnir virka ekki og helst skipta þeim út ef þeir verða komnir inn í nýju. Og þá hann bara 100% tilbúinn og klár í jeppaferð, klár í fyrstu ferð. Þannig að ég fer örugglega á honum næstu helgi eitthvað til að prófa. Ég er ekki búinn að keyra hann undir sínu eigin vélarafli fet. Jú, ég er búinn að bakka honum út að inn, fyrir ekki. Jú, ég er búinn að bakka honum út. Þannig að Willysinn bara 95% klár, bara smottur í eftir og ég klára vonandi mest af því í dag. Wranglerinn á sama stað og í lokinu á seinasta vloggi. En millikassinn klár, þannig að hann á leiðinni, þannig að þá getum við klárað smíðina alla næstu helgi og þá bara að halda áfram að tína hún saman. Það hægt að halda áfram í rafkerfinu og ég held að ég geti svona nánast farið að klára það fyrir utan aukarafkerfið sem að, þú veist, auksbingboxið í rauninni sér bara þannig að það verður alveg frekar þægilegt að setja það upp, held ég. En svona til að koma í gang og eitthvað, þá held ég geti bara farið að klára það, sko. Þannig að þetta allt að smella hjá okkur. Þetta gengur helviti vel saman, þannig að, já, þannig að það næsta mál, sjóða pústið í Willysinn. Fuck. Sko, nú veit ég ekki mikið púst, en mér finnst eins og ég að skipta þetta. Þetta hlýtur að þétta. Getur ekki annað verið. Annars skipti ég bara þetta seinna. Ef hann pústar út, þá skipti ég þetta, ég lofa. Ái! Fucking vírófið helvíti. Hvernig fuck hann þetta að snúa? Hlýtur að vera svona, eða ekki? Ái! Þarna erum við að tala saman, held ég. Já. Það svona 40% erfiðara að vinna í bílum eða einhverju þegar þú ert að reyna að taka það upp. Það svo mikið eitthvað vesen. Oh my god. Sko, það einn galli við svona fína smíði eins og þetta, eins og ég var búinn að segja í hinu vlogginu. Þetta ógeðslega falleg og flott smíði. En það galli við flottar og fína smíðir. Það yfirleitt ógeðslegt að vinna í þeim. Sem því miður tilfelli hérna. Það allt svo þétt, eins og ég segi, bara vel smíðað, þú veist, passar allt og allt svoleiðis. En það gerir það samt að verkum að það rosalega leiðilegt að skrúa í. Bara eins og með kertin og þetta og ekki það þá ekkert að vera í einhverjum draumaheimi að skrúa í bíl. Þetta ekki torfæri bíl, en samt að þetta svona, já. Alright. Cool, en þá svo ég var að væla. Það komið. Þá þarf ég bara að fara með hljóðkútinn
og endastútinn til að láta hann sjóða og þá er það komið. Bingo bango. Bang! Pústi komið í. Þá fer þetta nú minnkandi verkefnilistin í þessum Willys. Þá fer þetta að verða bara smottar í. Helvíti gott. Þá held ég að við verðum bara að sjá hvernig hann hljómar þegar það er svona allir hljóðkútur í hann og svona. Bara heima nokkur sinnum. Tilbúinn. Djöfull er hann að pústa út maður, shit. Djöfull pústar hann út. Ok, það er massífu pústleiki á honum. Sem að ég vona og held, eða ég veit ekki hvort ég vona, það er örugglega greinarnar. Því að þú veist það vantar bolta og eitthvað í það, þú veist þetta er, já eins og ég sagt áður, synd hvað það hefur verið farið illa með hennar bíl, en hann sérst pústar massíft út þarna hægra megin. Ég held alveg örugglega að það sé upp við greinina, en ég þarf bara að kíkja það betur seinna. En ég er búinn í bíli núna. Pústið er komin undir og allt í gúddi þannig að það er bara, já, það er bara að finna út úr þessum pústleika og festa rafgeyminn og eitthvað smáttari. Þannig að næst er það bara Wrangler held ég. Já, hvernig gerum við þetta? Já, það fyrir 100% að stytta boltana eða ekki? Eða hvað? Og hvernig ætlaðu að gera þannig? Bara tjekka hann upp. Af púðanum? Já. Bara til að setja rónna á það? Getum við þannig að getum við sett kassan á og festan og svo tjekka hann upp? Já. Ok. Meðan. Það betur. Hvað er það? Ok. Ok. Oh my god, hvað að frakka í bakinn á mér. Holy shit. Nei, svona? Nei. Ha? Það þyrfti að vera svona. Nei. Ha? Er ekkert hægt að snúa stikkinu eða? Nei. Ok, setjum hann í beina. Shit. Það var meira. Já. Nei, hann hallar svona. Jú, hann hallar alveg svona. Kannski ekki alveg eins og hann á að halla. Þetta er ekkert að fara í. Oh, shit. Oh, fuck. Hefðu þið kannski átt að setja bara á lyftu það? Já, menn það? Gera það. Þá náum við bara að sjá þetta almennilega. Ég Já, er hættur um það að það sé ekkert alveg nógu rétt, sko.
En spurning var þetta heyrðist á myndbandinu djöfull braka í bakinu á mér, maður. Shit. Hvað fokkaði upp, sagði? Ég var næstu búinn að pressa hjólið og það boltan í daginn. Komast ekki. Já, það er náttúrulega ekki gat á helvítinu. Þú veist, nú er verið að setja stýristælu og eitthvað, en allt eitthvað svona sem fer á bílinn, það er jákvætt. Já, sem er ekki að fara af. Já, sem er ekki að fara af honum. Þú erum með í jeppaferði í vetur, eða? Það er með okkur í jeppaferði í vetur? Já. Þetta er yfirleitt mjög leiðinlegt. Já. Þú getur tekið við að Ívar var með brandara hóttum. Já. Kannstöðinni. Kanntu ekki Chuck Norris brandara eða eitthvað? Ívar er nefnilega búinn með þína, hann er komið hringinn. Það fer alveg að koma tími á að skipta hennar kút. Ánægður að vera með krómi hérna utan á, sko, af því að þá sérst það ekki að ég sé að sjóða í. Já. Þá springur ekki málingin. Já. Það er málið. Það skiptir öllu. Herðu, veistu hvað væri ógeðslega sniðugt? Taka grillið bara af. Já. Víst að ég er búinn að staðsetja kælirinn. Það væri kannski bara þægilegt líka fyrir þig. Það er ekki að Ívar er heima. Og hafa byrjað á þessu. Hefur ykkur reyma? Já, fullt af þeim. Svona. En hvort það er passi, það er allt annað mál. Það er svolítið vont eftir að ég og Gummur erum farin báðir að panta á Amazon. Ég held að við panta báðir. Já, einmitt. Við pöntuðum samast dæmið nema hann pantaði sko silfrað. Þú bandaði Ég en að setja hjól þarna undir. Þetta hérna. Og hérna. Þarna þurfum við helviti langa reið. Þetta væri reyndar, Og svo upp á því. þetta væri reyndar geggjað. Það er bara spurning hvað strekkjan gerir mikið þá. Það þyrfti að vera hjól þá fyrir neðan bara þarna við Hann er orðin í sko öfugt. í hreyfingunni. Já. Hann er bara eitthvað að hreyfa sig svona inn í Það vera hjól. Það er þá bara lang... aðeins lengur en. Já. Þetta var 1955. Hefur við baggabad? Þá skiptum við póstbakningu. Gott að ekki pláss til þess líka. Í dag er 23. nóvember, það er sunnudagur. Það er mikið búið að vera í gangi en ég man ekkert hvað ég var að taka upp senast. Ég held að hafi örugglega verið eitthvað með vilja sinn. En við getum bara farið léttilega yfir þetta aftur að hérna svona smá aukaatriði að þá er búið að rífa mótorinn úr Subarúnu hérna. Það er hann undir. Já, það er að skipta headbagningu á honum. Þá er hann bara klár. Og ranglarinn stendur þarna. Ég veit ekki hvað Baldvin er búinn að gera helgina. Ég var ekki hérna þannig að ég veit ekki hvað er búið að gera mikið. Það er alltaf komið nýr vatnslás og reymasystemið sennilega bara tilbúið, örugglega. Og svona Villisinn, hann er bara ready. Já, eina sem ég þarf reyndar að gera er að skipta lofthjúp. Þetta er sama stærð sem er Bummer. Hún er þó allavega ný og er ekki krökkuðskipt og löngu orðin ónýt. Þannig að við ætlum bara að fara í það. Djöfull vona ég hún detti ekki í jörðina. Þá setja eitthvað til að grípa hana. Nei, þetta er fínt. Þú eru kjör. Og svo eru hérna lúðrar. Mikilvægt til að hafa.
ætli ég að setja olíu í hérna. Alveg örugglega. Hvert setti ég helvítis olíuna fyrir síurnar? Bingo. Ó nei. Shit. Æja. Það er helvítið, nú verður upp á. Já, Já, já. Okay. Þetta er ekki alveg að ganga. Come on. Mér finnst þetta hæpið. Þetta fari einhvern tímann á. Já. Come on. Já. Já, ok, cool. Bara bing, bara boom. Komið. Komin loftsíða. Það getur við strikað það út af listanum. Þá er listin tómur. Skipti um loftsíðu. Bang. Komið, það var tómur. En ég er að fara að bæta svona 10 hlutum á listan. Þannig að, ok, komið að listan. Þetta er ekki mikið. Ég er að setja geysticks á hann. Setja lúðra og útvarp. Þá er hann 100% klár í veturinn. Ég er kannski að fara að keyra hann fyrst, sjá hvernig það brotni ekki. En, já, þannig að það er staðan. Villisinn er bara alveg klár. Það er bara, já, svona smottar í ef ég nenni því. Og það var það bara ranglarinn. Og svo er Baldvin reyndar að fara eitthvað til útlanda í næstu helgi, þannig að það verður eitthvað minna inni í honum, en ég get allavega að reynda að klára allt rafmagn í hann og gera það snyrtilegt og fínt og get kannski byrjað að smíða púst og eitthvað, það bara kemur í ljós. En já, þetta er staðan í bili, 23. nóvember. Þá er það bara næsta mál að halda áfram að vinna í Wrangler. Góðan dag, það er 27. nóvember, miðvikudagur, miðvika. Ég er komin aftur út í skúr að vinna í Wrangler því að Willisinn er klár, eins og þið sáuð væntanlega seinast. Ég man ekkert hvernig þetta raðast upp. Það sem að ég er að gera er að halda áfram í rafmagninu á Wrangler. Ég hef þá draumóra að hafa möguleikan á því að setja hann í gang næstu helgi. Þó svo að ég gera það ekki út því að Baldvin verður úti. En ég held í rauninni að það sé hægt. Ég er búinn að fulltengja tölvuna. Núna er ég að tengja bensíndælurnar. Það er þess 2 bensíndælur, það er ein sem sígur upp úr tanknum og svo önnur sem að tekur restina og heldur þrýsting á öllu kerfinu. Og já, ég er að leggja vírinn fyrir það núna. Ég er búinn að leggja vírinn fyrir startarann og ég held að ég er búinn að finna út úr Swiss-systeminu í Wranglernum, þannig að það er hægt að nota bara Swissin eins og hann liggur. Já, þannig að ég þarf bara að leggja þessi kapla í bensíndælurnar. Já, við ætlum að byrjum þar og svo sé ég bara til hvað er næst. Það er voðalega erfitt að hugsa svona fyrirfram, en þannig að ég ætla bara að gera eitt í einu og ég ætla að tengja þessa bensíndælu. Ok, setja ykkur hérna niður einhvers staðar, þannig að þið sjáu hvað ég er að gera, svona cirka bát.
Ég sjá svona eitthvað það sem ég gera held ég. Það bara kemur í ljós. Já, ég þarf að skipta þessu út. Og svo ég svo alveg hrikalega skipulagður að ég ekki bara að nota rauðavíra. Fæ ég rockstig fyrir það eða? Ég hata þessi tengi. Grænn, Framsókn, XB, B bensíndæla, skipulagður með S-i. Þetta er mikil hundahár hérna. Fokkar með það. Yes! En byrju nú við, þá ég ekki með, þetta örugglega ekki 10. Þetta örugglega 8. Angota helvíti. Þetta allt laust. Ok, þetta líka laust. Nei, þetta jú, þetta laust. Ok, þetta laust. Já, þetta líka laust. Ok. Ég vona Baldvin hafi ætlað að herða þetta. Allavega. Sko. Ég hefði kannski aðeins að skoða hvert lögnin hefði þurft að fara. Já, ég hefði kannski að plana hvert hann að fara fyrst. Frá áður en ég tengdi hann. En það aukatriði. Ég vil líka skoða hina bensíndæluna. Ég ætla að setja hann ofan á eitthvað. Já, myndavélina. Já. Þú hér. Þú varst næstum undir bíl. Það passaði þig. Það sjáum við ástandið inn í honum. Svona að einhverju leyti. Rafmagnsbókstið í vírarnir sem ég er búinn að setja og svo eitthvað að beita þessu. Þarna er Swiss panelinn sem ég er búinn að vína mig inn í. Þá ætti lykillinn bara að virka. Vonandi, ég sé til. Það gæti verið, gæti ekki verið, veit ekki, kemur í ljós. Ég veit ekkert hvað ég er að gera. Djöfull þarf ég fucking myndavélastandi minn. Skoti. Heyrið í mér. Já. Herri, ég fór yfir að leita hérna skiptingatjeknum mínum. Ég held að hann hafi verið stolið hinum meginn. Og var eiginlega bara búinn að gleyma hvernig það var hinum meginn, en ég verði eiginlega að sýna ykkur það. Það er sem sagt afmæli hjá pappa á laugardaginn. Það verða 50. Og það verður smá svona afmælispartí hérna út í skúr. Þannig að við hendum saman öllu safninu okkar af bílum til að hafa til sýnis. Að kveikja Massey Ferguson hérna báði, eða það er einhverju svona traktoraperrar hérna. Þetta er 71 Challenger. Keyptum hann á Íslandi. Svo er Chevrolet og Camaro-in sem við fórum út til að kaupa. 69 Camaro og 67 held ég, eða 66 Chevrolet. Blueprint. Alveg ógeðslega fallegur bíl. Og svo er Camaro-in sem að ég hef verið á. Þetta er 69, hann er með LS1. Og oh my god, þetta er svo fínt og vel þrifið að maður þolir alveg að snerta þetta. Alveg viðbjóðslega fallegur. Og svo er liturinn á hann náttúrulega ekkert eðlilega töff og í stíl við allt torfærudótið. Buggy hérna, 2 hérna. Svo er náttúrulega aðaldjásnið hérna. Þetta verður væntanlega stærsti sýningargripurinn í afmælinu held ég. Ég held að verði allir að skoða þetta, skal ég segja þér. Hitt er bara svona aukatriði, held ég. Finnst mér allavega, frá hjartanu.
El Camino hérna á bakvið. Pabbi er nýlega búinn að eignast hann. Bara keypt hann í sumar. Heldur flottur 350 líka og svona tiltölulega nýlega uppgerður held ég. Mjög flottur að utan. Miklu fallegri bodyið á honum heldur en hérna Monte Carloin, en ég myndi segja að ég hafi verið staðið mig betur í upptektinni á mótor og svoleiðis, en hver veit. Svo er hérna lánsbíl. Þetta er Pontiac Transam 76. Já, sennilega 76. Ég veit alls ekki mikið um hann, en hann er alveg frekar vangið við töff. Og við eigum þennan ekki, pabbi fékk hann bara í láni því að Transam er held alveg örugglega, hann er minnst kosti einn uppáhaldsbílinn hjá honum eða bara svona all time uppáhaldsbílinn hans. Hann er allavega oft talað um það að langa í Transam. Ég vil ekki sjá hvort að við náum að stilast í útið á honum. Þarna koma 400 kúbik stendur hér og þetta er hvað endurskotan er með þetta? Er þetta small block? Nú veit ég ekki. Sko googlum þetta aðeins. Jú, þetta er sannlega bara small block. Já, þetta er bara 400 small block sefi. Ok. Auka 50 kúbik í miðað við minn 350. En þetta er, já, þetta er svolítið svalt. Þetta er líka svolítið orginal, sko. Er þetta gott sjónarhorn? Já, þetta er töff. Já, þannig að það er safnið. Já, ég nefndi nú ekki eins og þennan Benz þarna, en hann er 8 sílindra og hann er alveg pínutöff. En svo sem ekkert miðað við restina af safninu. Já, þannig að þetta var útúr, en já, hvar er skiptingatjökkurinn minn? Djöfull er þetta hreint, maður, þetta er rosalegt. Já, þannig að það er staðan, þetta er á laugardaginn eftir 5 daga, 4 daga. Ég held að það sé alveg helvíti margir sem eru komið í þetta. Þannig að það verður bara gaman með allt safnið til sínis. Verða kökur og matur og bjór út alla bíla hérna eftir þetta. Það verður örugglega yndislegt. Já, og svo þessi Massey Ferguson hérna, hann er alveg töff. Hann er nýuppgerður og Sævar fór að keypta hann frá Egilsstöðum eða eitthvað stað fyrir austan held ég. Allavega, skiptingatjekkurinn minn er ekki hérna, þannig að það er frábært. Ég hata rafmagn. Ég veit ekki af hverju ég gerði sjálfur mér að taka af mér rafmagn. Ég tók af mér rafmagn einu sinni. Það var enda fyrir mig að setja rafmagn í torfærubílinn þegar við smíðum hann og tölvun og allt það. Eftir það sé maður bara rafmagn alls þar. Það er óþolandi. Ég hata rafmagn. Ég held að það sé ekki til maður sem elskar rafmagn. Hann er allavega hálfviti. En komið nóg á væli. Já, ég er að finna stað fyrir vírinn. Hérna fara allir orginal vírarnir. Einhvern hérna á bakvið. Og því ekki með stand, þá þarf ég bara að leggja ykkur frá mér og finna út úr þessu. Og svo læt ég ykkur vita hvað ég gerði og hvað ég fann. Ok, ég er búinn að finna þetta. Ok, ég þarf að bora. Þú veist, ég gæti í rauninni splæsa mig inn í gamla lúmið, en ég ætla ekki að gera það út af því að bæði, ég treysti því ekki hvað mér finnst vírinn vera lítill
og hvað það er gamalt og ég ætla bara að leggja, ég ætla að nota gamla lúmið til að splæsa sérvír fyrir fyrir upprunalega dæluna sem er í tanknum og svo ætla ég að leggja þennan sérvír fyrir aðaldæluna. Þannig að ég ætla að bora til að leggja þennan vír. Oh my god, sko. Þetta var mjög akkurat borað hjá okkur á sínum tíma. Þetta kannski mátt vera hálfur millimetri í viðbót. Hversu leiður ætli Baldur verði ef ég tek bensínlagnina sem hann eyddi, þú veist, heilum degi koma fyrir úr. Ég held að hann er mjög ánægður. Ég er ekki viss að ég komist að þessu svona. Kannski. Jú, kannski. Kannski. Ég ætla að bora. Jú, kallið minn. Bara komið. Það var svo næsta vandamál, hvernig í fokkanum kem ég vírnum þangað. Ég held ég þurfa að byrja á því að mæla sirka hvað hann verður langur. Bara klippa hann, og get ég tróð honum, báða enda í rauninni. Já. Þess vesen er þetta, maður, shit. 140, 200, 340, 470. Ég segi að við tökum hann í... Get ég trakka mig hérna? Oh my god, þetta er geggjað! Já, ég segi að við tökum hann í 5 metra. Þá erum við safe. En ég þarf að losa helvítis draslið aftur. Oh my god, þetta er snillt, maður. Þetta er geðveikt! Hvernig er ég ekki búinn að vera að nota þetta? Kannski sökkar þetta, það er málið. Holy shit, þetta er geðið. Getur hún farið allan hringinn? Oh my god, þetta er geggjað. Þetta er perfect. Djú snillt er þetta. Holy shit. Maður er alltaf að læra, maður. Ha? Jesus. Hvað er ég að gera? Já, hvernig fokkanum má ég að mæla 5 metra hérna? Mér finnst þetta eins og þetta sé svona óþægilega persónulegt. Þú veist, hætti að horfa á mig. Já, 5 metra segirðu. Hvað er meter? Hvað ætli faðmurinn á mér sé? 1,50. Ef ég tek 3,50 centimetra. Ég elska hvað ég er að flækja þetta mikið. Þetta er 1,50, 3 metrar, 450 pluss eitthvað smá. Það hlýtur að vera nóg. Svona. Hanna. Komum með bensíndalivír. Þetta er geggjað! Shit, þá er svo ég sjá ekkert hvernig engólið er á þessu reyndar. Oh my god, þetta er snillt, maður. Þú veit að ég að fara að ofnota þennan fítur samt. Herra, ok. Þá þurfum við að ekki tapa mér. Þetta er geðveikt. Holy shit. Það er ekki nógu gott. Ég er meira að fylgjast með myndavélinni heldur en því sem ég er að gera. Þetta er hann. Hann kemur bara hingað. Ha? Veisla. Hann er að elta mig. Þetta er geðveikt. Ég er svo mikill mongolíti. Ok. Djúvill er þreytandi að reyna að hafa þetta svona flott og snyrtilegt eitthvað. Hvaða satisti klippti þetta bensli hérna? Ái. Jöfusins. En ekki ætla ég að laga það samt. Ég veit ekki hvað það segir um mig. Ok.
Ég er svona nokkuð komið með leiðina á þessu. Ef einhver er að fylgjast með það, þá er það sérst hérna niður, alveg fram í, yfir mælaborðið og beint í með stíðabóksið. Þannig að ég ætla að tengja það og svo sé ég ykkur aftur eftir það. Búin að vera rosalega duglegur í rafmagni eins og sést, eða ekki. Þetta er svona. Bjössi er einmitt líka með svona ranglegar sem er að setja LSI hjá sér og hann byrjaði á því bara fyrir 2 vikum. Við byrjuðum fyrir, holy shit, meira mánuði, 1,5 mánuði. Þannig að hann er svolítið eftir á, en spurning hvað hann verður duglegur í jólafríinu. Jæja, það er annar DS og ég ætla að halda áfram með ranglegin. Ég verður einstaklega latur í honum, ég er ekki búinn að gera neitt. Það var afmæli hjá pabba á laugardaginn. Ég tók ekki neitt upp frá því til miður, það var geggjað partí. Mikið af fólki sem mætti, mikið af fallegum bílum sem ég fór reyndar yfir á áður en að partíið var, þannig að ég ætla að fengið að sjá það að minnsta kosti. Og já, þannig að ég þarf bara að halda áfram með rangleginn og með rafmagnið. Ég loksins kom með fucking myndavélastandi minn aftur. Ok, sko, staðan er þannig að ég er búinn að tengja bensíndæluna, aðalbensíndæluna. Þannig að hún er klár. Nei, hún er ekki klár, ég þarf að setja jörð í hérna, en svona basic klár. Þannig ég þarf bara að setja jörð í hérna, þá er þetta að præma hana. En ég þarf að grísja lúmið hérna og finna pluss og mínus fyrir tankdæluna sem ég veit ekki alveg hvernig ég er að fara að gera. Ok, sko, þessi hérna. Alltaf að fara lengra og lengra. Þetta er örugglega allt of mikið. Ja. Alright, þá er allt tengt aftur í hann. Mikilvæg allavega ljósin eru eftir, svo sem það er hausverkur sem ég ætla að bíða með því að bara, ég nenni ekki að tengja þessi fucking ljós, það er örugglega. Já, allavega. Já, þannig að þá er allt mikilvæg að koma hérna og þá, tæknilega séð, væri bara þetta að setja í gang. Ég á eftir að búta upp tölvunni reyndar, en það er bara allt, þú veist, allt, ég meina það er náttúrulega eiginlega bara bensíndælan sem þarf til að setja í gang. Það er náttúrulega ekkert vaskkerfið eða neitt svoleiðis, en það væri tæknilega séð að þetta setja í gang, já. En ég held að það væri góð hugmynd að klára pústið og svona eitthvað áður en að við farið að setja í gang. Hætt við að maður fara að drífa sig svolítið þegar maður er búinn að setja í gang, þá verður þetta svona spennandi. Ekki það að maður þarf kannski á því að halda núna eins og maður er á þessum stað, maður er orðið pínu. Þetta er orðið pínu svona streð að halda þessu áfram með svona langt verkefni, það einhvern veginn, já, tekur á, en þetta fyrir allt að koma. Þannig að, já, núna er, sko, já, þú veist, bensíndælan komin. Ég veit í rauninni ekki hvað er eftir í, sko, direkt rafkerfinu. Ég held að ég sé nokkurn veginn búinn með allt. Já, ég þarf bara að framlengja hérna bensínþrýstingsskynjarann á lúminu. Er það samt? Ég veit ekki hvað ég var að hugsa þegar ég var að skrifa hana wiring diagramið fyrir hennar bíl. Þetta er allt eitthvað ekki rétt. Þú veist, ég í rauninni veit bara ekki hvað er eftir. Þú veist, það er í rauninni ekkert eftir til að setja í gang. Það er bara komið. Það væri gaman, já, allavega, þú veist, það væri gaman að gera eitthvað í pústinu áður en við setjum í gang, en það væri rosalega gaman að klára vaskkerfið áður en við setjum í gang, því þá var þetta bara að lofttæma það og þá var það bara komið þegar við setjum í gang. Já, komið í bili. Sjáum hvað við gerum mikið helgina. Það er spurning hvort að, já, hversu langt Baldvin er alltaf búinn að vera í því að smíða fyrir millikassan.
nei, fyrir millikassan, fyrir vasskassan. Shit, ég þarf að fara heima aður. Hann er búinn að vera að smíða fyrir vasskassan fram í, þessi hérna. Hann er sérst búinn að vera í þessu og líka reimakerfinu, þannig að hann verður vonandi komið með reim fyrir helgina. Þannig að það verður að klára það. Já, þeir eru búin að gera hérna bracket fyrir alternatorinu og eitthvað, þannig að það verður geggjað. Þannig að, já, það klára reimasystemið, vonandi vasskerfið, ég veit ekki, þú veist, ég veit eiginlega ekki hver staðan er að því. En vonandi var þetta að klára það næstu helgi, þá getum við bara actually sett í gang. Það getur verið gaman. Og svo þarf ég að heyra í afa með að stytta og lengja sköft í hann. Þannig já, þetta er mjög gast, þetta er alltaf að koma, alltaf að smella, þannig að jæja, herri, það var komið að lokum að þessu vloggi. Það var engin jeppaferð í þessu vloggi, því miður, en það er bara engin snjór, sem er pínu galli. Þannig að það er voðalega erfitt að jeppast eitthvað þegar það er ekki snjór. Það var alveg reynt, en það er ekki gaman. Þannig að því miður er bara, já, ekkert gaman ennþá, en það er búið að vera nóg að skrúri og dóti, þannig að það er nú líka alveg ágætlega gaman. Já, og búið að gerast alveg helling núna í þessu vloggi, held ég, alveg örugglega. Willys er orðinn alveg klár. Fyrir utan bara eitthvað svona smávegis smotteri sem að mér langar að gera fyrir hann. Þú veist, og þá er ég að tala sko útvarp og stærra GPS og eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem skiptir engu máli. Þannig að hann er 100% klár. Wranglerinn er bara ótrúlega langt kominn. Ég veit ekki hvað ég á að segja mikið, ég veit ekki alveg hvernig ég klippi þetta, en hann er kominn helvíti langt. Þið sjáu það þá í næsta vloggi. Ég er alltaf að lofa því sem er að fara að gerast í næsta vloggi eins og ég geti sagt þau fyrir framtíðina, en mér finnst rosalega líklegt að í næsta vloggi að þá munum við keyra Wranglerinn eitthvað. Það er að segja á næstu 2-3 vikum. Það er alls ekkert ólíklegt, þannig að já, og líka ofan í það þá held ég nú að hljóta að vera að við förum í eins og eina dagsferð eða eitthvað á jeppum núna í næsta vloggi, þannig að en já, þá bara þakka ég fyrir áhorfið eins og alltaf og við bara sjáumst í næsta vloggi.